Sagan af trölladrengnum. 3. kapítuli. Ólafíaninn. Þegar við skildum síðast við heimilisfólkið í Fagradal, þar sem afardraugurinn hafði birst svo eftirminnilega, hafði vaxið gríðarlega öðru megin í ánni og megnan brennisteins óþef lagði af fljótinu. Sigrún súra hafði af einskærum leiðindum sett fram kenningu að eldgos væri að hefjast, en ekki var henni unnt að binda enda á drullu leiðilega og ólíklega kenningu sína þar sem hlussustort píanó hafnaði ofan á henni miðri. Bara grín, en áfram með söguna. Skýringuna á megnum brennisteinsfnyknum var að sjálfsögðu að finna í hyl í ánni fram í afdalnum, þar sem tröllamóðirin var að hamast við að meitla útsmurðan broddskítu klessingin utan af ódælum trölladreng sem fyrir var minnst á í sögu þessari. Þegar hún kom aftur upp undir staupasteinin með drulluklepran afkvæmið sitt, sá hún skýringu á hinum óeðlilegu hægðum hans. Hún hafði fyrrum vorið í fylliríi og lóðaríi, keypt klást í kælingkassa af lífselixír boðin var til sölu á markaði nokkrum hún viltist inn á þegar mest gekk á í möggunarlátunum. Til allrar hamingju gekk hún upp það vorið og var því gæld fram eftir öllu og var því komið niður fyrir 180 lítra dagsframleiðslu á broddi fyrir ofalið afkvæmi sitt. Trölladrengurinn hafði ekki fengið brodd svo mínútum skipti og svo þegar hann var á Facebook samskiptavefnum rak hann allar 13 tærnar í kassan með lífselixírnum sem lá undir nýja IKEA tölvuborðinu og ákvað að gæða sér á kræsingunum. Svo fór sem fór. Trölladrengurinn fekk æpandi hlessingsskitu með dökku ívafi og lít eða ómettum fjallagrasaflækjum í og festist það vel og vandlega í dúnkendum leifunum af vetrafældi hans sem ennþá þöktu einhverða ofanverðum skroknum, en mýildið hafði dinglað berstrípað og maðgetið í einhverja daga og lagði af því megnan brennisteins þef. Enda móðurinn illa upplýst almennt hreinlæti nema notkun á vatni og silitbangi sem var þess valdandi að grafa fór í mýildinu. Og víkur nú söguvorið niður eftir dalnum að melnum fyrir ofan Knastásinn þar sem amma gamla var að enda við að kveða niður afadraugin með píkuprömpu ógurlegu. En hún gat ekki tjáð sig á annan hátt enda lömuð fyrir ofan mitti eins og áður hefur verið tíundað. Og var sirkusgeira smart að mæta á svæðið til að halda sýningum með gömlu í broddi fylkingar og rákuðu féð í réttirnar í fyrst og annan flokk, húrra, húrra, og eftir það vel heppnaða sýningu og súpu kjötsát sem hafði til allra lukku verið keypt daginn áður því kílóða súpukjöti hækkaði í dag, húrra, húrra, var haldið dansiball með hljóðsveitinni Bjössalín. Og þegar þú komst inn í líf mitt breytist ég, þú komst við hjartað í ég og ég þori að mæta hverju sem þú komst við hjartað í mér og biskupar ég transaði frá cirka 5 til 7. Oh yeah! Við heitumst með hjörtun okkar rótin eins og kúl. Ég bara leið
Þú komst við hjartað í mér Og sem betur fer Og sem betur fer Og sem betur með píkupröng við ólögu